Hafsteinn Guðnason, fyrrverandi skipstjóri, fór fyrst á sjóinn aðeins 8 ára gamall með föður sínum, en hann fór í sinn fyrsta alvöru róður þegar hann var aðeins 13 ára, að vísu með bróður sínum á hálfum hlut og þeir fóru á síldveiðar. Við hittum Hafsteinn Guðnason í bátasafni Gríms Karlssonar í Dúshúsum í Reykjanesbæ og ræddum við Hafsteinn sjómennskuna, en bátalíkan af fyrsta bátnum sem okkar maður fór á er einmitt á safninu. Og ég man eftir því að ég fekk að fara sko róður. Þannig að maður var nú ekki hár í loftinu, en alltaf vildi maður, þó maður verið bullandi sjóveikur, alltaf vildi maður fara aftur. Já, hvað varstu gamall á það? Ég hef ekki verið nema 8-9 ára. Já. Svoleiðis, alltaf vildi maður fá að fara á sjóinn. Svo vantaði hann, ég var komin ég var 14 ára, þá var ég var búinn að fara á síld á honum, 13 ára. Já. Við fórum bræðurnir, ég og Siggi bróðir, við vorum upp á hlut á síld 1952 með hringnót. Og það var náttúrulega, þetta voru alveg síldarleysis ár. En við fengum 210 mál á tunnur. Þannig að það var bara náttúrulega trygging. En þetta var svona reynsla hjá okkur. 14 ára það lendi ég á togara, Úranusi, með Helgi Kjartansson frá Mosó sem var skipstjóri. Fór 3 túra á Grænland, á Vestur-Grænland. Og þá vantaði pappa að forfallaðist einn á reglundum á þessum. Og þá var ég ætt á togaranum. Svo kom nýr muninn, áramótin 55-6. Og pappi, hann sagði það, þú verður bara kokkur. Og ég var kokkur í 2 vetur. Já. Og svo lá leiðin í sjómannaskólann. 1 vetur þar og þá gat maður orðið skipstjóra Queen Mary þess vegna. Já. Eða stýrimaður, allavega til að byrja með. Já. Þannig að ef hún hefði farið á fiskveiðar. Já. Hafsteinn var á nokkrum bátum á þessum árum og tók meðal annars við stærsta nótaskipi Íslendinga á þeim tíma, Kristjáni Valgeiri. Hann bar þá 300 tonn. Svo held ég hann hafi verið lengdur 2 svar og byggt yfir hann og þá bar hann orðið 800 tonn. Það var mikla breytingar. En hugsaði í dag, sko, nú er þessi nýjustu skip, þau eru að taka í einni ferð þar sem við vorum alla verið í hana að taka. En ég byrjaði mjög snemmi, við byrjuðum á loðnu, sko, á Sigurpóli 1965. Og það var nú ekki mikið sem þetta gaf af sér, en það er sama. Það var byrjað að bræða loðnuna þá. Já. Já, já. Ekki mjög verðmætt á þessum tíma? Nei, hún var sko ekki verðmætt á þessum tíma. Nei. Og svo var náttúrulega farið á loðnu á Kristjáni Valgeir strax. Og ég man það að ég fór fyrstu vertíðina 7. janúar frá Sandgerði. Og þar sögðu nú sveimir að hann hlýtur að vera eitthvað ruglaður þessi maður að vara svona snemma á loðnu. Fórstu 7. janúar? 7. febrúar. Febrúar, já. 7. febrúar. Já. En þetta var hún nú komin að tvískerjum og það gekk ágætlega. Hafsteinn var einn af dugmeiri skipstjórum á loðnu sem var ekki stór þáttur í fiskveiðum Íslendinga fyrstu árin. Habi Guðna tók við loðnuskipinu Gíu árið 1979 en þá var hún nýkomin úr breytingum og lengingu. Það var alveg gríðarlega mikla breytingar á loðnuveiðum frá því þegar þú ert á þessum tíma. Alveg óhemju breytingar og veiðarfærin stækka og svo fyrst var engin dæla og engar hliðarskrúfur. Nú er þetta náttúrulega alveg sjálfsagðir hlutir. Já. Það er ekki... Það var nú smá loðna í veitur. Þetta var svona slapp til. Þetta er alveg mjög mikil upplýfting bara fyrir alla sem að koma nálægt þessu. Já. Sjómennina og landfólki sem að fær vinnu við þetta unnið dag og nótt til að gera verðmæti úr þessu. En þegar þið voruð að veiða loðnu í Englanda, voruð þið með eitthvað leitartæki? Já. Það var komið astig og... Það var komið, já? Já. En þurftu að fara langt? Það var, eftir meðan hún var að ganga hérna með ströndinni, þá þurfti ekki að fara langt. Nei. Nei. En voruð þið að veiðana áður og hún var þóknarfull á þessum tíma? Já. Það var mest alltaf verið að veiða í bræðslu? Alltaf verið að veiða í bræðslu.
Það bara núna í seinni tíð sem að fara... Já, það var svona síðust árin. Og þá voru nú ekki að koma þessar græjur sem eru núna. Nú slíta menn kerlingun í sundur til að ná hrognunum. Já. Í gamla daga þá, þegar var verið að dæla í land, sko, þá settu menn keðju til þess að þrengja slönguna sem var lág í land til þess að sko væri meiri þrýstingur og þá þrýstist hrognan sko úr hrygnunni, þá þrýstist hrognin úr. Þetta voru eina sem var hægt að gera. Já. Þetta er gríðarlegar breytingar. Já, þetta eru mikla breytingar. Já. Það er við nú hérna í þessu skemmtilega bátasafni Gríms Karlssonar. Gaman að sjá alla þessa báta hérna. Það er náttúrulega alveg gríðarleg þróun í byggingu báta og skipa. Alveg. Ha? Já, þetta er ekki smá risa skip þessi nýjustu? Nei, þetta er alveg með ólíkindum. Með öllum græjum? Já, og svo líka sko, allir þessi plastbátar sem konur eru náttúrulega, þetta eru mikil breyting, allt yfirbyggt og með beikningavélum og það er geysilega breytingar orðnar í þessu. Sko, ef maður færi borð í þessi nýjustu skip, maður kynni ekki á neitt og það er mörg ár síðan ég fór borðið á Vörð, hann kom nýr frá Grenivík. Frendi minn, hann fór með mig borð og var að sýna mér, fór með mig upp í brú. Þá voru 17 tölvuskjáir í brunni. Og núna er þetta sjálfsagt, já ég veit það ekki. Það er bara svona, þetta eru mikla breytingar. Lentur aldrei í neinum vandræðum á sjó, Hafsteinn? Nei, ég var nú bara mjög heppinn. Ég ekki í neinum. Og eins og ég segja, mista aldrei mann eða neitt svoleiðis, var mjög langsamur með það. Ég hafði ekki fengið það með blóðinu. Pabbi var gætinn, hann þótti gætinn sjómaður. Og hann endaði nú kokkur hjá mér. Já? Já, hann var listakokkur á. Þannig að þú varst kokkur hjá honum þegar þú varst yngri? Já, hann var smá, svo endaði hann kokkur hjá mér. Hann alveg listakokkur. Hafsteinn tíðrætt margar breytingar í greininni og það til góðs. Fyrir nokkrum áratugum var ekki svona mikil áhersla á að koma með nýjan fisk að landi. Mikið af honum fór á hjallana þar sem hann var hengdur til þurrkunar og humarinn var ekki tekinn borð. Meðferðin á fiskinu, hún var svolítið annar í dag, það er alveg á hreinu, það er mikill munur. Og svo líka, til dæmis á netabátum í dag, það fer helst enginn á sjó nema að sjá fram á að hann geti dregið netið aftur með sem nýjustum fiski. Maður sér það bara í svona brælum eins og eru núna, menn bara taka upp á þessum minni bátum. Það þýðir ekkert að vera að koma í gamla fiskalandi. Nei. Það þekkist ekki í dag. Sem betur fyrir, þetta mátti breytast. En hann í gamla daga, eins og maður segir, svona... Já, það er, menn voru kannski með 10-12 trossur og það þótti alltaf sjálfsagt að eiga kannski 2-3 nátta sem voru að búa og það var sko, hugsunni var þannig að þetta væri allt nógu gott á hjallana, það var bara hengt upp. Þetta var nógu gott á hjallana og nógu gott í Afríkumennina, svoleiðis hugsuðu menn þá. En þetta er liðin tíð. Það er gríðarlega breytt tímar í þessu. Þeir fá eitthvað þurrum hausum og svoleiðir og hryggjum. Þeir kunna nýta það og vera ánægðir með það. Það er mikið prótein. Þeir eru að nýta allt úr fiskinum í dag? Já, þetta er mikið, til dæmis bara að roði skuli vera orðið með því verðmætasta. Það er alveg ótrúlegt. En það er líka bara, maður gleðst yfir að heyra svona fréttir. Það er. Og líka, hvernig var það eins og þessar tegundir líka svona í seinni tíð sem hafa komið inn, sem var bara hent í gamla daga, ekki? Skötusel og ekkur og svona. Já, þegar ég byrjaði til dæmis, þá þurftum að það var kokkur og fór maður nú alltaf til að leysa af svona þegar þið kemist í mat og maður vildi endilega fara á gogginn. Það var mikið róið á leirinn þarna frá Sandgerði, fyrst á vertíð sem kallað var. Og það kom mikið af humar sem festist á krókana. Hugsaði það, hann var allur sleginn af í rúluna. Maður hafði ekki vita á að heyrða þetta. Hugsaði þetta er dýrasti fiskurinn í dag. Þetta var slegið af. Ótrúlegt. Skötusölur og tindabekkja, þetta fór allt bara á safnað í viku
í miðkassan. Helst að hafa net svo væri hægt að hífa þetta allt. Og keila, smá keila og svoleiðis. Hún var hengt kannski upp eftir hálfum mánuð. Þetta var bara svona. Hjallarnir tóku vel lengi. Já. Það var góð aðferð til að verka fisk. Í gamla daga var lífi sjómennska og í 20 ár þegar Hafsteinn var á síld á sumrin var ekki farið í sumarfrí. Það var farið á síld, bara oftast farið svona, kannski eftir 17. júní. Já. Og alltaf komið heim í byrjun september. Já. Það var ekkert lengra úthald og þetta var ekkert nema helst keisla. Og fór allt sumarið í þetta bara? Já. Maður vissi ekki hvað sumarfrí var í 20 ár. Það var alltaf farið á síld. Já. Svo hvarf síldin? Já, hún hvarf alveg. Var horfin áður en þetta ég byrjaði, sko. Já. Það var. Var ekki alltaf að tala um það, hún hyrfi þetta? Menn mættu alltaf til Siglufjarðar. Já. Og síldasjálftunarstúlkur og allt. Þetta mætti alveg óhemju lið. Já. Alltaf voru menn að vonast eftir að kæmi síld. Já. Og svona dæmi hjátrú og fleiri skemmtilegheit, þá á Hafsteinn á lokum eina skemmtilega sögu fyrir okkur. Já, það var góð koni í Sandgerði, hún kom alltaf út nýr á bryggju. Kona stýrimannsins, hún spýtti í sjóinn sko eftir bátnum þegar það átti að boða gott. Svona voru sko stælarnir oft í gamla daga. Já, nákvæmlega.